Góða kvöldið og velkomin í ljósleiðara deildina. Ég heiti Tommi, með mér er Óli og við erum að byrja umferð númer 6. Það fer að líða að lokum hjá okkur hérna í deildinni allavega og við tekur að sjálfsögðu úrslitakeppnin sem að verður helviti skemmtileg. Já, þetta er... Ég að taka svona, já, ég ætla að vera svona mæm, hérna, ég ætla bara að lýsa með látbræði það sem eftir er að, útsendingu. Nei. Gangi vel þegar við förum live. Ég alveg, hérna. Já, það sem Óli er að segja hérna er, sko, áður en lengra er haldið, Já. þá, þarna, ertu búin að sjá íslenskt CS voljúm 1 og 2 sem að Tópas gaf út? Nei. Verður að horfa á það. Það er ekkert eðlilega fyndið og mér langar bara að sjáta út frábæra samfélagi sem við erum með. Að, þú veist, að detta sér eitthvað svona í hug og líka bara að safna öllum þessi klippum í genið tíman og loksins að fá það í eitthvað svona fast form. Þetta er ógeðslega skemmtilegt og ég er búinn að horfa á bæði myndbundir örugglega svona 5 sinnum og það stóru persónuleikandi sem við erum með í samfélaginu, þetta er ótrúlega skemmtilegt og hveti alla til að horfa. Getum við ekki drifið af bara leik nummer 1 svo við getum hort á það í pásunni eða? Hvað er þau löng? Bæði myndböndin saman eru cirka 45 mínútur. Já, ok, þannig að ég er að fara að horfa á þetta með saltkjöt og baunur máltíðinni eftir útsendingu. Já, þegar hún er að fara niður. Já. Það verður, það er alvöru eðall, sko. Já. Mér vantaði eitthvað gott til þess að horfa. Sko, saltkjöt og baunur er uppáhaldsmaturinn minn bara í heiminum. Ég bara elska það. Rosalegt, maður. Ég bara elska saltkjöt og baunur og hangikjöt. Þetta er bara, þú veist, en þetta er bæði máltíð sem ég borða bara einu sinni á ári og ég bara borða, þú veist, þarna sleppi ég af mér öllum beislum og bara borða eins mikið ég get og hérna, þannig að ég þarf eitthvað una til þess að horfa á meðan ég gæði mér á besta mat í heiminum og það er bara Já, áttu eftir að borða saltkjöt og baunir aftur í dag? Já, þú veist, ég er ekki búinn að borða það. Þú ert ekki búinn að borða það? Ég er að sleppa matabóði til þess að vera hér. Ok, velkomin. Ég er búinn að bíða þessu matabóði í marga vikur og svo fattaði ég í gær og ég er náttúrulega að lýsa, maður, bara búinn að melda mig, skilur við, þá búið að leggja disk á borðið, sko, þú veist, bara tilbúið fyrir mig, það vita allir hvað ég elska þetta mikið. En svo var ég bara, heyrði, já. Nei, CS, fyrst að því. Já, það er bara þannig. Báðir fjölskyldumenn að sjálfsögðu, en við gefum okkur tíma til að sinna okkur skildum hérna og það er bara þannig. En það er spurning hvort að við eigum stöðutöfluna til að kíkja yfir svona hvernig deildin hefur gengið svona seinustu vikur og hérna sjáum við það. Vega í toppsætinu 10 stig, annars sæti Dusty með 8 stig, innbyrðisverðin þeirra er ennþá eftir. Dusty miðstígur sig á móti Hyper. Saga í því þriðja með 6 stig, náttúrulega frábær liðsbót sem við fengum bæði á Varg og Gutta og eins og síðan kemur annar maður inn í kvöld sem við kynna og sjálfsögum erum að horfa á Saga móti SUS og í 4., 5. og 7. og því 7. eru lið sem eru öll jöfn að stigum, 4 stig, SUS, Þór, Hyper og KBJ og eins og svo oft áður þá gilda innbyrðis viðuregnir þar inn í úrslitakeppnina og botninum er í A, en þá eftir að sigra leik og eru búin að vera hársbreytt frá því aðeins og oft. Já, og bara litur mjög vel út og er mjög spennandi lið. Já. Þú veist, ég bara leyfið þeim að fá smá tíma, leyfið þeim að slow simmera saman liðið og ég held að við séum með alvöru lið þarna á höndum. Áhugavert í þessu samhengi stigatöflunar að SUS á þarna færi á að í rauninni jafna sögu, komast í 6 stigum og 6 stigum og í rauninni fara fram úr af því að þeir vinna innbyrðis viðureigna. Þannig að það er mikið undir hér fyrir bæði lið. SUS að koma sér að spila í efri hluta töflunar sem nýtt lið að koma inn, frábær árangur. En núna eiga þeir séns á að fara að koma sér og blanda sér í topp baráttuna og topp umræðuna. Þannig að mikið undir þar og Saga náttúrulega kannski fóru ekki af stað með þeim krafti sem við höfum búist við en koma hérna og ná dampi. Þeir eru að berjast til að halda sér í þeirri mynd og ef þeir vinna þennan leik komast þá í 8 stig, eru vissulega ennþá 2 stigum fyrir aftan Dusty er leik til góða en samt sem áður bara mikilvægur leikur fyrir bæði lið og þannig viljum við hafa leikina, Tommy. Og ég, við tölum það snögglega á sófanum, þú sagðir að þú haldir þetta verði 3 mappa sería. Já, ég þokkalega viss mér sem þetta verði 3 mappa sería og þarna ég kynnti fyrir eina tímalínu eins og Dr. Strange sagði sem að þetta getur verið, bara 2 mappa sería en
Já, ég kastaði ákveðinu liði undir lestina þar að þeir taki slæmar ákvarðanir þegar kemur að vító. Sjáum bara til hvernig fer þar. En já, eins og við erum búin að segja nokkuð sinnum í kvöld, lið kvöldsins sem að spila eru Saga á móti SUS og það er bara spurning hvort við fáum ekki bara Saga liðið bara fyrst upp á skjáin hér. ADHD, Krakken, margur, Gutti, Skún og inn kemur Birnir. Já, það er alvöru sæning. Já. Ég held ég hef aldrei séð Birni koma inn í eitthvað line-up og ekki standa sig vel. Já. Þú veist, hann er alveg í rauninni bara synd að hann sé ekki aktívari af því að við sáum hann þú veist, koma upp, spila með hinum og þessum liðum. Alltaf var hann einn af topp frakkerunum, alltaf var hann einn af mest áhrifamestu spilunum inn á server, frábær gaur og þannig að geggjað að sjá hann þarna og alvöru viðbót. Þetta er spennandi, Tommy. Þetta er nefnilega mjög spennandi og þetta er leikmaður sem eru unni deildina, unni stórmeistaramótið og já, ég ætla að segja að hann hefur unni deildina. Controversial, eitthvað. En þú veist, gaurinn er frábær í Counter-Strike og skín þegar ljósin eru björtust og hefur það gert það trekk og kemur aftur inn í kjarna sem að, já, hann þekki bara mjög vel. Ádóldi heima í Saga og ég held að söguliðið bara hendunum ótrúlega vel og það er bara skemmtilegt að sjá hann koma inn. En eitt sem ég dálítið stressaði við þegar kemur að þessu, að þegar þú hugsar svona venjulegt lið, þú veist, þá er ég rosalega mikið svona, ég vil að rólinn í liðinu hendi vel og þetta lítur vel út á pappír. Þetta lið lítur út fyrir að vera með rosa aggressíva riffla. Já. Og já, það gæti komið sko, Hundsi passaði mjög vel í þetta lið út af því að hann getur tekið þetta supportive role á sig. Ég hræddur að Birnir line-upið gæti litið örlítið verið út bara út af því að rólinn make ekki alveg sens. En ég ætla að setja rosalega stórt caveat á þetta og segja ef þú hittir bara öllum skotinu hinum þá skiptir engu máli. Ekki neinu. Ef Vargur, Birnir, Gutti, Skún og ADHD eru allir að fara að hitta skotinu sínum þarf bara 5 frögg til að vinna ránd. Punktur. Það er bara þannig og ég meina sko, já, ég sammála þér upp á hlutverk inn á server, upp á firepower, þá held ég að þetta sé sterkasta uppstillingin sem að Saga getur hent fram. Sammála því, ég meina, þú veist, Hundsi er minni frakkar heldur en Birnir. Það hefur ekki verið það síðan að Birnir var líklegast ennþá búandi í Bretlandi, sko. Já, en þú veist, mér finnst líka, sko, já, Birnir er mikið að sækja frögg og annað, en skilur bara núna unnum við saman á tímabili í ESA og annað og hann er almennt síðan bara mjög góður í því að uppfylla það sem er þörf á, skilur við, þú veist, hann er góður að svara kallinu og svara þörfinni og fylla í gaps og hann er duglegur, leggur sig fram við að undirbúa hluti, þannig að ég svona, þú veist, ég sé það alveg fyrir mér að ef að þeir átta sig á þessum veikleika og því að það vantar einhver til þess að taka meira supportive role, þá sé ég ekki Birni sem einhvern ekospilara sem að ætla samt að fara fram og taka allan aðeins við fætana og ekki spá í því að, þú veist, henda stöffinu eða þarf að henda stöffinu, eða þá að mun þá allavega eiga samræðunar það hver á að gera þessa hluti til þess að liðinu vegna sem best. Það sem ég er hræddastu við er að þessi skipting inn út af því að Hundsi er leikmaður sem að veit að hann er búinn með bestu árið sín. Þú veist, hann kemur bara inn lið, uppfyllir sitt hlutverk og lið vinna, lið tapa, whatever. Leikmenn sem að eru stjörnur í öðrum liðum eiga mjög erfitt með að koma inn í lið og ekki fá fröggin sín. Já. Ekki fá plássi sem þeir eru alltaf að fá og þurfa að hanga rampinum, þurfa að hanga inni og halda inni, þurfa að vera solosite í Ancient, Anubis og svo framvegis. Þannig að þú veist, þetta er allt spurning hvernig mentalityð á þessum leikmennum er út af því að ég skal vera fullkomnar hreinskilinn, ég myndi elska að vera stórstæðna í CS.
en hvað betur en að vera stórstjörna? Það að vinna titla og ef að þú ert góður í hlutverkinu sem þú ert núna en ef þú downgreitaði í minna hlutverk en ert samt með firepower bak við þig þú veist, þá getur þú séð bara bestu ankurspilari í heiminum voru einu sinni stjörnur í einhverjum öðru lið. Já. Það er alveg rétt og hérna, ég meina, Counter-Strike liðs íþrótt, þetta þú vinnur og tapar sem lið og það líka bara helsti munurinn á því að spila til dæmis í ljósleiðardeildinni eða spila á Faceit eða hvar annars staðar að þá fer leikurinn úr því að vera einstaklingsleikur yfir í að vera liðsíþrótt og þetta það sem við tölum alltaf með rafíþróttirnar þetta umbreyði því hvernig leikurinn spilast og hvaða hluti skipta máli og þá einmitt eins og þú segir, skiptir meira máli að vera með einhvern sem getur uppfyllt öll hlutverk sem liðið þarf á að halda frekar heldur en að vera bara með einhverja gæðir sem hlupum og skjóta. Á þeim nótum þá ætlum við að fara í ungstirnin í SUS en þá næstu því alltaf að fara að kalla hann Seius. Blikk, Icy, Rex, Pressi og Lukku Lax. Og þegar ég segi svona unga liðið, já, en það ógeðslega mikið að lúmskri reynslu að það. Blikk, Rex, Pressi, allir búin að spila á hæðsta leveli og Blikk með þess að erlendis og kemur með gífulega reynslu þar inn ef að, já, hann að síða þess að drengi eitthvað til og kenna þeim eitthvað í leiðinni. Það bara frábær reynsla sem hann kemur með inn í unglið sem að, já, fyrir ekki svo löngu síðan var titlað sem Dusty Junior sem að þurftir að sjálfsögða að breyta nafn þegar þeir komast í efstu deild. Icy spilaði nokkra leiki með Dusty með þessa. Við sáum strax í byrjun að þessi strákur var með huge potential, hann hitti sumi skotum og sumi ekki, vantaði reynslu. Reynslan að koma hægt og rólega og við erum að sjá meira og meira af honum. Rexa sjálfsögur var að spila með Vega, stóð sér frábælega þar, Pressi. Ég alltaf að búast við meira frá honum. Alltaf. Á hverju einasta svona, þú veist, hann var titlaður sem, ég veit að ég spila allt öðru í þessu hlutverki liði, en svona næsti Blikk, hann var næsti gaurinn sem átti að taka stökkið. Hann var ennþá eftir að taka stökkið og við erum alltaf að bíða eftir því. Lukku Lax, leikmaður sem að, þú veist, ég sé spila mörgum sinnum, hann skilur ekki rosa mikið eftir sig, en bara svona leikmaður sem að rándar út lið og bara þægilegur leikmaður. Ég held að hérna sé að gerast eitthvað í SUS sem að hefur ekki gerst áður í íslensku CS sem það ungu leikmaður, fer út, fær ógeðslega mikið af reynslu og ógeðslega mikið af þekkingu, kemur sér inn í mjög ungt line-up. Og það finnst mér áhugavert, því að það er erfiðar að koma inn sem ungu leikmaður með ógeðslega mikið af reynslu að reyna að kenna gömlu hundunum hvernig það var að sitja. Já, það nákvæmlega það sem að þarf að eiga sér stað hérna og þú veist, leikmenn sem ég væri til í að sjá í þessu liði eru bara eiginlega nákvæmlega þessir. Þú ert með feitastjörnur sem að eru með ógeðslega hátt íló, fá síðan inn til sín Blikk sem að er með gífulega reynslu frá bæði ENS og frá Más og að fara að kenna. En við ætlum að kíkja á vídeóið akkurat núna og já, ég sagði það frá tímalínu sem að lítur þannig út. Besta tímalín ok, hún bara strax farin. Já, þannig að þú sagðir að Saga hefði þurft að banna overpass. Banna overpass, því annars verður það að pikka í fjesið að þeim og ég meina, þú veist, þú ert kannski ekkert rosalega smeykur við overpassið hjá SUS sem að er með 40% winrate í því, en samt sem áður þá færðu pikkið þitt pikkað inn í þig og fara að byrja city-side út af því að þeir eru bara búin að pikka Ancient annars. Já. Þannig að, þú veist, hérna, Ancient pikkað, vil ég ekki fara í overpassið þitt. Ok, Nuke og Ancient, það eru möppin 2 sem að þú sagðir að Saga geti unnið. Töpuðu á móti KBO í overpass einmitt 13-7 í senustu viður. Þetta var heima mappið þeirra lengi vel, þeir eru búin að pikka 3 svar, eru samt bara búin að vinna einu sinni. Gott Ok, overpass decider. Þannig að ef við horfum á þetta þannig, þú segir að Ancient í rauninni halli á sögu, að Nuke halli á sögu. Að þeir séu líklegri til að vinna. Þeir eru líklegri til að vinna Nuke og Ancient. Já. En ef að Sagan er ekki klárt í 2 þá eru þeir í hættu í overpass. Ok, þetta er góð spurning. Miðað við hvernig SUS spiluðu á móti KBO, nei.
Ok. 2-0 fyrir sögu. 2-0 fyrir sögu, ég ætla að segja 2-1. Ég ætla að segja 2-1 fyrir sögu. Ég held að Saga taki það, þú veist. Ég held að ég séu með mikið firepower í line-upinu akkurat núna. Birnir þarna droppar hratt og ætlar að fara í áttina að Kenny, en Blik vel staðstutt að taka á móti þessu, búin að finna fyrstu felluna sinna hér. Aðra fellu, frábært skot frá Blik. I see heaven. Og þetta að vakta svæðið, en C4 fara niður inni og 3 í afturplanti á móti 5 CTum. Flassið flýgur, flassið hittir og það er Kraken sem þarf að taka hann á stóra sínu hérna, en of fá skot í klippinni og þeir hljóta að falla. Það er Lukkulag sem að klára þetta á Gutta. Já, ákveðið minnstök að vera 2 þarna að spila gula. Það var ekki alveg að hjálpa þeim að vera fastir þarna, falla hvern annan á leiðinni inn í hött aftur til að reloada. Já. Það hefði verið annar leikur ef að Vargur kemst inn þarna, nær að reloada og getur komið sér aftur inn í fætin. Þeir endaði á því að standa sem bara skotskífur í alveg einhverjar 5 sekúndur og með þeir eru báðir að hlaða byssurnar sínar. Hrifin að þessu ríteki samt sem áður út af því að þeir voru 3 mjög hraðir upp í heaven. Flassið flýgur bara mjög snemma og þeir eru raunin ekkert komin inn í þægilegt afturplan, Saga. Við sjáum hérna Galils á línuna á söguhliðinni fyrir utan Kraken sem heldur á diglunni. Og þeir ná fyrstu opnun hérna á rampinum. Lukkulags er fallinn, flassið fer út frá Rex en hugsa sér tvisvar áður en hann challengea þetta. Gott flass og Lukkulags bakkar ölliti niður en Rex finnur fraggið. 4 á móti 3. Skún ekki að vernda plantana sinni í ATHD. Blik rólegur með 2K í double door og nær með þess að definu hér. Það var svona aðeins out of sync þetta swing. Greinilegt að Vargur segir, leið mér að fara undan með diglunni til þess að taka athyglinna, en Skún ekki alveg nógu fljótur að fylgja eftir inn í fætin, þannig að Blik fær þarna 2 aðskilda bardaga og klárar þetta bara frekar einfallega. Náttúrulega breytist rosalega mikið ef að þeir eru allt í einu komin í 2 á 1, maðurinn er inni í lokuðum double, hann getur farið aftur upp, hann getur labbað einhvern hring, hann getur búið til vesen og náttúrulega bomban að tikka. Þannig að aftur við sáum svona smá, hvað ég sagt, svona veikar undirstöður sögum mig. Þú veist, þetta er svona smá eins og að vera óþægilegt að spila saman í þessu tilfelli. Það sem ég er mjög hrifinn af því sem SUS er að sýna akkurat núna er að Saga hefur yfirleitt verið að þrífast í glundruðanum og finnst þægilegt þegar þeir ná að hækka peysið í leiknum eða hraðan í leiknum eins mikið og þeim hentar. En SUS er að svara strax og þar af leiðandi eru þeir að fá 2 hröð ránd og það virðist líta út fyrir 3. Blik með ennforskotin. 6-0 á Blik, hann er með 9 HP ennþá að challengea fólk. Já. Það er svona, þegar maður er ungur og þyrstir í frökkinn. Það er vissulega þannig. Það er vissulega eitthvað smá utility til að aðtafa sig og koma sér öllítið í burtu og halda þessum M4 því að það er að sjálfsögðu helsta takmarkið hans akkurat núna. Lukkulags, hann er hittur á rampinum. Þetta opnar pinkuflóðgátt en strax búið að stappa í gatið. Frábær tímasending hjá Skún. Nær Lukkulags akkurat þegar hann þarf að hlaupa og finna sér nýja stöðu á rampinum. Æsi og Pressi næstri eldluninni. Ég ætla væntanlega að opna ventið hér. Pressi, hann gæti mögulega spammað Skún í gegnum leiður opna. Birnir býr til smá óþægileg heit hérna fyrir SUS sem að aktivitar Rex að púsa rampinn og Pressi ætti hann á Birni hér. Spurning hvort það er horfi í rétta á þegar Rex kemur. Nei, Rex nær inn bakið og klárar þetta á einfaldan hátt. Frábært pús hjá Rex. Já. Góð tímasetning. Vita það að þeir voru að missa stjórn úti og þá þurfa þeir stjórn annars staðar á mappinu. Og þetta er, myndi ég segja, agað og yfirveguð ákvörðun þrátt fyrir mjög ungt liða aldri.
eitthvað svona sem þú myndir búast við hjá kannski þroskar og reyndar í liðum en þeir hikuðu ekki í 1 sekúndu, Tómi. Þeir eru með reynslu mestu leikmennina sína í þessum höfuðstöðum líka. Þú veist, það er rotate á Rex, Blikka spila úti og pressi í viðbingu. Þú veist, þetta eru höfuðstöðarnar og Lukkulags og Æsi bara verið inni og verið á rampinum og við bökkum ykkur upp eins og við getum. En Flass inni, Ískur ætti að vera opnum hér og er það. Pressi og Æsi og Blikk með 3 frögg hver og rándið í rauninni komið til fjandans núna nema Kraken og ATH og að gera eitthvað frábært en Blikk þetta með skugga advantage og Rex klárar ATH. Það er ekki eins og fragg, það er valla skaði á Sús. Nei, veistu, ef að Sús ætti að spila hennar leik svona og ef að Saga getur ekki fundið eitthvað þá held ég að þetta bara snögt 2-0 Sús. Lítið þannig út, akkurat núna. En þetta er gántstrekk. Við hefum nú alveg séð svona byrjanir fjara út í sandinn ansi snögglega, Tómi. Mér líður eins og við séum að sjá kalt sögulið. Já. Það er búið að vera svona smá óþægindi í þeim í ákveðnum stöðum fyrir núna á kaupi en eiginlega ekkert stöð fyrir með 1 smók. Já. Og meðan þá er Sús með hellingapening þegar droppuðu flössum, retake flössum á Spawn sem ég er mjög hrifinn af í möppum eins og Döstu og Núk þar sem hún getur farið og náði auka flöss fyrir retake Ancient líka. Eitt sem ég tek eftir Blikk fellur hérna Birnir hefur betur á móti honum en ég tek eftir því sko þarna var Blikk kannski að fara aðeins svo langt með það sem ég var að fara rósunum fyrir en það er þessi pre-fires. Já. Þú veist, það er eitthvað sem mér hefur oft fundist að vanta svolítið í íslenska CS er að spila meira upp á þessi pre-fires og veist ekkert hvort þú sérst að fara að fá fragg eða ekki en það er ekki hægt að bregðast við því en ATH fylgir hérna eftir með pick úti á Rex og það er þá 5-3 yfirtala hér fyrir sögu. Pressa grunar hvað er að gerast og þeir eru ekki að sína sig fyrir Lukkulagsina. Þannig að það var sér glitta í hausinn. Æsi fundinn og Lukkulags fundinn, pressi, vitaðum hann í viðbingu og einn eftir, Birnir hoppar eða viðbingu og fyrsta rándið fyrir sögu aðeins farið að hitna í kólunum leið og bjuggu til gat þarna á fraggi á Blikk þá náður að spila mjög skemmtilega út úr þessu. Já, bara við sáum þarna mjög klassískt söguránd finnst mér á þessu tímabili í Núk bara hægt og rólega vinna sig áfram búa til glöfur og loka rándinu. Það eru 2 hraðar á sögu. Það er hratt eða hægt. Já. Það er aldrei neitt eitthvað, já, við ætlum að taka eitthvað default og executa. Nei, gerum bara hratt. Bannað að sleppa 2 alltaf eða bannað að snerta 2 alltaf. Birnir fallin. Gott búst þarna. Rex á appanum. Geti verið að fara á hér. Tímasetning, næstum að gripinn þarna en pressi vel staðsettur inn í smóknum, finnur Kraken. Þessi yfirleitt leikmenni sem að hefur verið að munda vappa fyrir, fyrir lið. Þetta er svo sem Gutti með stórt fragg á pressa hins vegar og þetta einangrar Æsi inni sem að ætlar að íta í gennum gula og sjá hvort hann fá eitthvað pláss hér. Mögulega á Gutta inn í Ískur og gerir það. Það er bakka 2 á móti 3. En þá með bombuna hins vegar og Skún gæti verið að búa til hellingaplássi fyrir sína menn. Rex veit að þetta getur verið að gerast. Vappi er svo góður í þessari stöðu. Já, hann hittir skotinu. Sem hann gerir skilur eftir ATH 1-3 hérna. ATH fikk tækifæri að taka skotið þarna en var ekki búast við honum út Heaven. Æsi heyri þetta allt saman og er með hratt rótið tilbaka. Hitt á Æsi og mjög opinn frá öllum stæðsningum en bara 10 sekundur eftir á klukkunni. Þessi grensa gerir ekkert rosalega mikið en Uspan hjá Rex klára þetta. Nær plantinu. Nær plantinu, mjög ómögulegt sem hann þarf að horfa upp á hérna. Mér líst mjög vel á kallið þitt núna 2-1.
En ég held með 2-0. 5-1 fyrir SUS. Já, og þú veist, aftur við sáum Sögu opna vel hana. Mér finnst þess að þessi síðustu 2 ránd, þá finnst mér eiginlega sko, mér finnst ég meira hafa verið að horfa á skák heldur en CS. Þetta svolítið svona, já, ég tek riddaraðinn og fórna biskupnum mínum. Og svona, þú veist, þetta alveg svona, bara piece fyrir piece eru rándin að spilast. Þetta ekki þetta kaotíska trade, allt í einu að horfa á 2 á 1 eftir eitthvað execute. Þetta bara svona map control barátta sem að sjá leikmenn falla sikurum megin í báðum liðum. Það skemmtilegt að fylgjast með þannig leikjum og hérna sjáum við SUS taka aggressíva línu á rampinum. Já, skemmtilegt setup sem við höfum séð margótt áður en M4-inn góðri stöðu og Rex með refraggið á Gudda og alltaf eru þeir manni undir. Þessi hrókatreit ekki að virka. Þetta eins og að horfa á Magnús Carlsen á móti mér í grunnskóla. Pressið hérna haldaður smók og tekur á móti skún sem reynir að læðast þar í gegn og þá það Birnir og ATHT 2 eftir. ATHT búinn að vera atkvæðamestur í liðinu sínu fram að þessu. Hvað getur hann dregið upp úr hattinum hér? Erfið staða. Já, Icy búinn að spila þessa línu allavega 3 í þessum hálfleik og loksins nýtt til fullustu. Pressi klárar þetta 6-1 og í rauninni Saga ekki að sjá til sólar hér. Flott adjustment hjá SUS eftir þetta eina ránd sem að Blikk féll. Ég bara langt sinni ég séð lið vera svona í svona mikið stjórn, Tommy. Já. Mér finnst þess að ég sé að fá að spila línur, stöður, strött sem að Saga bara býst ekki við það. Þetta bara aga, flottur CS. Ekki of agað samt fyrir að leyfa höfuðu leikmönnum að taka sína fæta. Rex, þeir að nýta vappan svo ótrúlega vel og vappin að hýta skotum í þokkabót. Stúnvísulega nær Rex hér en fyrir manni undir og Blikk komin í stöðu. Dumbledore valda af AK og hann nær einungis einum hérna en 3-2 en sem komið rotatið komið niður og komið í singul. Þeir gætu rotatið upp en sjálfsögðu vitniskenum það alls ekki til staðar og gætu vilja finna fraggið og gera það. Birnir fellur Icy og núna uppisætið alveg óvaldað til núna pressi komin í rotatið sem klár 15 ábí á honum. Bombar að fara niður. Eiga 1 smoke, 1 flash, lukkulags kemur upp en Birnir finnur fraggið og skilur pressa einan eftir. Lár HP á smoke á flush og svingar þetta út og Birnir með það 3K til að innsigla sigur í þessu rándi. Voru mjög harðir á rotate. Þetta voru fyrstu stóru rotate mistök sem ég séð frá SUS því að það var ekki nauðsynlegt fyrir hann að fara þarna í single og gefa uppisætið. Þessu rándi var bjargað úr eldinum frá Sögu og þeir spiluðu þetta virkilega vel og þetta tala líka kannski getuna þeirra til þess að aðlaga sig á bara ferðinni. Já. Mikið hendið á þarna átta sig á því að það var over-rotate, fara upp, vissulega, pressi var komin upp í heaven en þeir svara honum bara vel. Hann var ekki komin í nógu góða stöðu, hann var næstu komin í nógu góða stöðu en ekki alveg. Og frábært skotandi á ATHT og það að vakna yfir Sögu að mér sýnist akkurat núna. Og Birnir fremstur í brotti fylkingar þar. En Blikk reynir ennþá að sjá við honum. Hún nær hauskotinu en Blikk nær fragginu. Það má ekki gerast, þeir geta ekki haldið áfram að mata hann þarna. Birnir hlýr uppi. Þeir eru búin að róta þetta niður. ATHT getur verið að bakað með bombuna. Pressi, það enginn að fylgjast með vendinu þannig að þeir vita hann og Birnir nær fragginu. 2 á honum og hann fljótt kominn efstur á skorbortið hér. Vita Blikk núna og gæti pikkar upp vappan en ATHT góð lína í viðbygginguna og
6-3 Saga strengið saman 2 ránd hér og peningurinn strax kominn í vesen hjá SUS. Þú veistu bara örlítið, bara pingulítil mistök til að vera loksins komnir í, mögulega 4. Já, veistu, bara vel spilað hérna hjá Sögu og þeir snúa þessu leik svolítið við bara á mjög skömmum tíma. Eru núna að spila á móti Pislum, geta komið í 6-4 eins og talar 7-5 væri alveg ásættanleg niðurstaða í hálfleiknum fyrir Sögu. Þannig að þetta allavega töluvert langt í burtu frá 6-1 stigalínunni sem við vorum að horfa á hérna rétt á hann og það verður áhugavert að sjá hvað þeir geta haldið áfram með. Skjótt skipast vindar og þeir að halda hérna fyrir einhvers konar pús. Bæði þessi ránd koma með því að Saga forsar overrotate og kalla það rétt. Já. Þannig að það er spurning hvort þeir hafi fundið einhvers konar veikleika hjá SUS og hvernig SUS ætla að bregðast við því. En mér fannst þetta, mér fannst þau spilast, þessi ránd spilast það mikið öðruvísi að það var eins og það væri eitthvað svona, þeir voru búin að lesa eitthvað SUS megin sem fór inn í þetta ránd og það spilaðist virkilega vel úr fyrir þeim. Svo náttúrulega líka bara einstaklingsframlag frá Birni þarna að ná fætinum á mannin í single. Hvernig þeir spila þessa hreyfingu í gegnum vent, þetta var alveg, ekki segja að það hafi ekki skipt máli. Alls ekki, en eitt sem að verður að hafa í huga í rauninni í myndinni þegar kemur að spila núk það er miklu auðveldara að róteta niður heldur en nokkuð tíman að róteta upp. Þú hefur bara þessi fáu option til staðar sem að fara upp ventið, koma löngulegin í viðbyggingu eða koma í gennum lobbyið. En allt þetta eru erfiði staðir og auðvelt að halda sem Terri í rítekinu. Þeir eru ekki búin að sjá Rex en loksins hann feldur 6-4. Saga strengið saman 3 núna. Sko hefur vel tala líka viðbótina, Birnir 12-7 Tommy. Já. Núk hefur alltaf verið hans leikvöllur, sérstaklega T-side, í þessu lörki, inn í ískur og inn í lobby. Kalla hann íslenska Rops? Nei, ég þórið ekki maður. Einhver að mjúta þetta, einhver að hendis útur. Það má ekki tala of vel Birni. Það er hættulegt. En kaup móti kaupi, það er Vappi komin á Rex aftur og hann finnur opnun. ADHD, hann rífur upp hnífinn og býr til hellingaplássi. Og að sjálfsögðu með fragg nr. 2 og núna opnast niður í sætið og eru þeir hrættir við að róteta of mikið niður. Núna pressi, hann er komin í ventið en ekki búinn að kommitta á hann línu. Hann vill ekki overróteta niður eins og þeir hafa verið að gera. Blikk, spottar út varg þarna. Þessi með Birni, allt í einu þetta orðið 3-2, Saga í undirtölu. Báðir lörkararnir þeirra fallnir. ADHD var í rauninni með þetta í hendi sér en lörkararnir svona þeir voru að búast við því að hreyfingin sem að átti sér staðar í senustu 2 rándum væri að fara að gerast aftur. Það var bara alls ekki það sem gerðist. Blikki, double og Gutti gerir vel. Single opnað og Gutti aftur gerir vel. Icy núna skilinn 1 eftir á móti 2. Double samt sem aður opinn, grensan. Tekur hann ekkert niður og hann getur mundað M-bónusinn. Double lokað, en Gutti með ískalt 3K til að bjarga þessu í 6-5. Allt annað sögulið sem við erum að sjá hérna. Núna hins vegar það sem að þeir voru búin að krækja í senastu gun round ekki að virka. Þeir eru ekki að fara overrótið niður. Þannig að hvernig eru Saga að fara að nálgast þetta ránd? Býst við því að SUS sé að fara að gera eitthvað aggressíft miðað við peninginn og vopnbúnaðinn sem þeir eru með á sér akkurat núna. Lítið af util. Þetta gert eitthvað aggro. Blikk en knýja úti. Spila hann að nála eitthvað hvernig smók leitar að Birni upp á Silo. Finnur hann að lokum en hann fellur á móti. Hann hefur verið algjör lykill á þessari vörn hjá SUS. Famasinn á Rex. Beint í haus, ekkert ves. Fallegt sko. Þeir eiga líka lobby algjörlega skuldlaust, vita að allir leikmennir eru úti.
breytið ekki að ATHT finnur pressa. 3-3. Og Sús búin að yfirgefa lobby. Og Saga að kalla að fara réttilega aftur inn í lobby. Þeir rótituðu niður, byggust við þeim þar, miðað við þar sem þeir höfðu mist stjórnina á mappinu. En þar engin athygli aftur á lobby og uppi. Já, Saga gæti tekið aðeins og langa tíma að klíra út lobby hérna, en virðist ekki vera. ATHT býst við pussi úti, en engin þar. Gutti kom sér niður á þaki. Við ennþá eftir að klíra út Ískur. Lukkulags ætti að vita þetta. Icy, hann ætlar að pússa í varg. Og MP9, hún hittir í haus. Icy, hann er að lifa. Hér spilaði húnum. Tinkar hann að Gutta. Feikar brotið á control room. Icy sem á þetta round alveg skuldlaust. 3 á honum. Vel spilað. Virkilega vel spilað. Þetta leit út fyrir að vera söguránd framan af. En þeir klóraði tilbaka. Gera það vel. Sús að gera það sem við gera best í rauninni að ráðast á lobbyið aftur, að finna fæta í þessari 1-on-1 pósu og vappinu á ATHT í rauninni ekki besta vopni til að ná rífrækjaðan á varg. Nei. Ákveðin óhefni þar. Þetta var alveg mjög nálægt til að spilast frá Sús. Þú veist, þeir yfirgefa lobbyið, mista stjórnina. Saga gat í rauninni lappað út A, eða þeir hefðu gert það bara strax. En þeir mista af tímasetningunni. Það hefði verið mjög djarft allavega því að þeir voru ekki, vissi ekki að neitt var inn í gula, vissi ekki Ískur, var einn í viðbyggingu, en já, það gæti samt komið tilbaka hérna CT megin. 7-5, ég meina þetta er ekki skelfileg niðurstaða fyrir sögu. Mjög basic í rauninni og fellur rosalega mikið með þessu fyrsta rándi sem er að fara á stað akkurát núna. Þú talaður það framar af að það væri eins og öðrum að horfa á kalt sögulið. Það virðist hafa hitnað aðeins í þeim. Hitnað á réttum leikmönnum líka. Birnir og ATHT mikilvægir þegar kemur að Birnir gerir þetta svo vel. Nærna einum, Rex með P250, nei ekki. Við gera neitt Gutti með blik og já, voruð bara 2. Icy og Lukkulags. Bara Lukkulags! Lokkin reynir að gera skala hér. Birnir bak, 3 á hann í first round. 15 frökk. Þetta byrja vel hérna í seinni hálfleik eins og það endaði fyrir Birni. Já, 15-9 á honum, 11-8 á ATHT. Þetta er svona, ef það kviknað á ATHT, þá vistu að liðinu gengur vel. Já, yfirleitt. Þetta er svona leikmaður, við vitum að hann spila vappa, já. Hann er yfirleitt ekkert efstur á skorpotinu, en ef hann er að skila yfir því sem hann er svona normali að skila, þá er hann bara í geggjuðum málum og liðið hans líka. Þetta er svona sama með vírus hjá Vega. Já, ég myndi, mér finnst, já, upp á ákveðnu marki, já. Þegar þeir eru að spila vel og eru að fragga, þá er liðinu að ganga vel, skilur við. Já, þá er vírus að fragga. Já. Gutti ætti að fá glokku hérna til sín. Lukkulags fallinn og smá auka peningur á Gutta. P250 að pressa, reyna að sækja rampinn. Tíma grensa og Gutti ætlar að reyna í auka fragg. Nær því Icy liggur í valnum. Veit hins vegar að P250 var þetta eftir líka. Það eru 3 komnir í bakið og þeir falla. Núna ætti að eiga sér stað bónusónt. Ég veit ekki hvort að MP9 sem fyrir að fjárfesta yfir þær. Skátin líkast að halda og Krakkinn og Birnir halda sér bara á sínum M4-um. Er Birnir með Sús? Já. Krakkinn er með Sús núna. Haha. Sús. Það væri eitthvað, já. Eyða peningum í mím, já. Hvað Krakkinn ætlar að fara með þetta, hvort hann ætlar að spila eitthvað nálægt opnuna Grenan klikkar hjá Vex. Getur framalega, hann finnur pressa, sér leikmann að það líka aðeins
aðeins og gráður mögulega. Hefði getað horfið inn í smókin eins og tár hverfur í rigningu. Rex lætur heyra í sér, ADHD veit að það hreyfing þarna úti. Smókin hent niður, Kraken blokkar og Rex bakkar aftur upp. Þetta er skemmtileg pæling hjá ADHD, þessi lína sem hann er að spila. Blik sér við honum. Þetta var svo sniður lína því hann er með skát og þarna fær hann færi fyrir 5-7 sem að virkar. En þá er keyrt uppi, Blik fremstur í flokki, hann er farin niður lágt. Sko, hann þarf að lifa örlítið lengur, en Guddi gæti verið að hitta góða tímasendingu. Gerir það nær einum, en er æstur og reynir númer 2. Æsi overcommittar, en Kraken er kominn nær 2, skilur þetta eftir 1-1. Rex inn í viðbyggingu og kíkir á hárréttir í tímasendingu og Kraken fellur 8-7 og strax svaraðir í fyrsta gunnándi. Kraken að reyna að nýta tímar hana á meðan hann hliður byssuna til að koma sér í stöðu þar sem að leikmaður myndi ekki búast við honum. Birnir innsta kaupir og liðið fylgir, hann sjálfsög eins og ég talaði bónusrándið, þeir eiga alveg slatta af peningi í bankanum, ADHD á vappa, en hinum megin 3 Galil, 2 AK-ar, vissulega slatti af jú til. Gert sögu vera fyrir í vörðinu sinni. Búst á rampinum. Blik finnur ADHD, vappin liggur í valinum. Konum með skemmtilegt plássirna á rampinum. Lukkulags þarf hann sjálfsögðu að klíra út hérna bústið sem að Guddi ætti að bara stikka allan tíman. Blik í Afríku, 2 ennþá inni, Skún og Birnir. Mæði mikið á þeim núna, þeir þurfa að taka á móti þessu pússi. Ég býst við því að spækvendi verið mollað hérna. Birnir geti verið í vesinni. Skún er í vesinni, Birnir nær 1 en er rífrakað strax. Skún verður að gera vel, nær 1 en rífrakið á hárréttri tímasendingu. Og Blik. Þetta er svo fallegt sprey hjá honum. Og Guddi fellur og þetta var bara snirtilegt inn í teik. Engin multifrögg sem að komi frá CT-unum. Og Sús aftur konir með yfirhönd í mappinu. Já, yfirvegað og flott teik þarna. Sýnir kannski hvernig Sús ætla að spila úr því ef þeir fá forskot í rándinu. Kraken ekki að spila rampinn, ekki að góðan leikhaldur. Ég meina ef við spyrum okkur, hvernig Saga hefði getað brugðist öðruvísi við þessu, þá hefðu þeir þurft að pússa rampinn og taka map control inn í lobby ef þeir ætluðu að geta spotnað við þessu á einhvern hátt. En þeir eru að fara að mæta 3 hana. 3 á móti 3. 2 lágir. Það eru 2 lágir! Skún! Hann á ekki skot! Þetta var kjöruð tækifæri! En allt kom fyrir ekki. 5-7, nei, P250. Rosaleg pissa. Kraken ætti samt ekki að séns í þetta með uspuna. Nei, og loka vent líka. Lukkulags hann slapp með skrekki 9 HP á honum. Plantið er samt ekki ennþá komið. Þeir eru að taka sinn tíma að koma sér niður. En á móti kemur að Kraken er ekki búinn að feta sig hægt og rólega í rétta átt hingað til. Gæti reynt að koma sér í stíkriti að ná í mögulega frían AK. Já, nokkuð sem er að gerast. Og þeir eru ekki verið að taka sénsinn á þetta vitleysu. Kraken ætti að komast óhulltur annarkvort á Terspon eða á CT. Nú er Blik að telja. Það eru byssurnar. Sér að Kraken er komið AK í hendurnar og er byrjar að leita. En Kraken saumar á sig Nike-skóna. Og er
10-7 hérna. Sús komnir ansið nálægt því að setja alvöru pressu á að taka þetta fyrsta map hér úr höndum Sögu. Með því hvernig að spila tersæti sitt akkurat núna, þá tímaspjósmál hvenær við erum að fara í Sús sigur í núk. Það bara lítur þannig út fyrir að virka crisp. 2 gunround í röð, 1 anti og komin í 10 round. Þetta lítur ótrúlega vel hjá Sús. Grenan góð inn í main, Birnir í 64. Birnir, AK-inn droppar hátt niður. Krakkinn að spila úti. Þetta óþægilegu smók fyrir rampleikmannin. Ekki djúpur, þannig að þið geta komist nálægt, flassaði gegn. En virðast bara að vera að leita. Krakkinn í pingu offangum hérna inn í íþrótta. En flössin geta ekki, Blik með Krakkinn úti. Og það þessi klassiska lagkaka sem á að koma á öllum svona teikum. Næsi, þar þetta fragg, nær því. Skún búinn að droppa á gula hér, en Blik ekki hérna viðbyggingu. Nær, þetta eru falleg skot hjá Blik. Frista. Ótrúlega hrifin af þessu. Og þetta innsiglaði 4K fyrir Blik og þetta var ótrúlega skemmtilegt að frista þarna. Ekkert rössa í plantið, vissu að rótiti gæti verið komið langleiðina og hefði gert þeim grikk ef að plantið hefði komið inn. Tómi, þetta var snilldarlega spilað hjá Sús. Ég ætla að segja snilldarlega spilað bara hjá Blik. Blik býr til allt plássið úti, nær rótiti gennum viðbyggingu, nær fragginn á skún sem uppi á gula. Mjög fallegt skot á leikmanni sem á miðju kattinu og það alveg spurning hver átti kallið að frista þarna á spækvendi og í Tetris því að það bara mjög snjallt og forsar í rauninni ADHD að bara bakka aftur í lobby því að hún líður örugglega ekkert rosalega vel hérna beint fyrir framan ískur. Nei, áttu season stats fyrir Blik. Við erum hérna að fara í round 19 og hann situr á 24 fellum, búinn að leika á alls 80 hérna í þessum leik. 1,1 og 84 í ADR. Nei, 1,01 og 84 í ADR. Og það er að fara að hækka eftir þennan leik. Já. Þá sjáum við annað tempo hér út úr Sús. Ná að treyta sig inn á sæt, þannig að Gutti bara með 1. Títilið gott en nú teljum við kitta. Hver með kitt? Hver í vesinni? Saga. Já. Flassi ætti að fljúga núna og þá þurfa þær að kíkja en já, það þetta búið að fara sjálf. Já, hvað? Birnir einu tilbaka. Annað flatt en lukkulags. Þetta upp á 10,5. 12. rándi. Skítut spray en það kemur ekki að sök, hann næri ekki sem AK. Þarf að bakka yfir á CT-spónið. Ellega falla með bombunni. 12-7 og þeir eru ekki búin að sjá til sólar eftir að byssurnar komi á Sús. Nei, bara virkilega snirtilega spilað hjá Sús og augnablik hérna sem hafa verið algjör snild út úr þeim á tierliðinni. Sús er alvöru lið og þeir eru komnir til þess að spila upp á toppinn á deildinni. Heldur betur. Veistu hvaða leiki Sús eiga eftir? Eiga þær eftir Vega og Dusty? Þeir eru búin með Þór, Vega, Hyper, Dusty, KBJ og núna Sögu. Þeir eiga IA eftir.
Þetta gæti verið, ef að vinna hér í kvöld, þá gæti það verið þeir að tryggja sér mjög líklega þriðastætið. Já, það lítur út fyrir það. Og þá bara búin að tapa Vega og Dusty? Nei, þeir eru búin að tapa á mót Vega, Dusty og KBJ. Og KBJ. Okay. KBJ leikurinn á þess stað senast þetta. Áhugavert. Ég trúi því ekki að það hafi verið súsliðið sem við erum að horfa á núna sem mætti til leiks þar. Hvort sem það hafi verið rostirinn eða ekki, þá mættu þeir ekki svona verið spenntir í það minnsta. Það var Nuke Overpass, fór 13-5 Nuke og 13-7 Overpass. En þetta er bara líklega síðasta rándið þetta í Nuke. Plant neyri, Byrnir og Skún 1-2 eftir til að reyna að bjarga þessu 13-7 líkleg niðurstaða hér. Lukkulags finnur hann að Byrni þar og bara Skún 1-4, bomban tikkar niður og bara nokkrar sekundur að öllu líktum nema að Skún geti gert eitthvað frábært, hann finnur fyrstu 2, finnur þriðja en hefur hann tíma? Nei, hann hefur ekki tíma, hann ekki með kit, það engin leikmaður nálægt til þess að stoppa deffið og bomban mun innsigla sigur Sús hér 1-0 eftir að hafa fellt sögu í Nuke. Frábært Nuke map hjá Sús. Þeir sýndu yfirburði. Einu mistökin í rauninni sem þeir gera í þessu mappi voru lítilsvæg rotate mistök þar sem voru að rotata of hratt niður of mörgum. Þess fyrir utan þá var þetta, ég ætla ekki að segja fullkomið map, en gífurlega vel spilað, komu vel undirbúnir og héldu niður helstu fröggurunum í liði sögu. Náðu ekki að stóða Byrni en það bara kom bara því miður ekki að sök fyrir hönd sögu allavega. Nei, bara að mínum að þið spiluðu þetta map algjörlega frábærlega, bara eins vel og ég held að við höfum séð mörg lið spila Nuke, skilur við, þetta leit út til að vera bara topp performance á Nuke og ég veit ekki hvað hefur gerst á milli vika, skilur við, hvort að það hefur farið einhverja stífar æfingar fram í Nuke einmitt eftir sigurinn eða ósigurinn í síðustu viku en þetta Sús line-up ef það mætir svona til leiks og er að spila svona og taka þessar ákvarðanir og hitta þessum skotum held ég gefi öllum liðum deildarinnar barda á réttum degi. Já, bara bökun. Við töluðum oft, ég talaði oft um að Saga væri topp núklið. Sús bara gjörsamlega bakað og ná ekki neinum momentum termegin fyrir en svona undir endan á hálfleikinum. CT-megin ná fyrsta randi og sjá aldrei til sólar eftir það. Þú veist, þetta var bara bökun. Mér líst bara mjög vel á þetta Súslið. Já, ungviðurinn rís upp á yfirborðið. Já. MVP? Blikk. 100%. Já, bara, þú veist, hann fer hérna, þú veist, með 6 frögg eftir fyrstu 2 rándin, hann með 4K rándið sem hann bara grípur eitthvað frá því að vera búinn að tapa því yfir að vinna það, skila sínu í gegnum allan leikinn. Það er ekki hægt að gefa það neitt annað. Gefur sjátt á Byrni fyrir að hafa haldið í við, sko, hann var alveg á svipuðu leveli fræklega séð og Blikk var að algjörlega skila sínu. En allt kom fyrir ekki, ég meina ef að Saga hefði unnið þá hefði það líklega verið á bakinu af einhverju snildaplay frá Byrni þarna og hann hefði hrifsað MVP-in en það fór ekki þannig að Blikk tekur það skuldlaust hér. Já. Blikk MVP og við erum að fara í Ancient næst. Það er einhvers staðar í Suður Ameríku sem að það sá bardagi mun eiga sér stað. 100% win ratio á sögu er það að fara að falla hér í kvöld. Við sjáum þetta smá. Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu
að þá ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala alla netumferð sem í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún líka breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið geggjað. Það bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á laginni, ever. Ég náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna inn í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum svissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf svo tengd í burtu með 400 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi hússins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur skjálfti ekki út. Já, hann keyrði 24.000. Það getur alveg góð standi sko. Ættir að gæða. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott, maður! Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like this. Don't push me, cause I'm close to the edge. Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Býtur ekki á? Nei, ekkert. Pískurum leiðið sjálfsagt mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskar. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Góða kvöldið, velkomin aftur. Það hafa verið að gjörsamlega slátra sögu í Núk, en allavega Ancient næst á borðinu og eins og ég segi 100% win rate á sögu í Ancient, það hlýtur að vera eitthvað. Já, ég var að fatta geggja pönn sko, ég ætlaði að segja að bolludagurinn var í gær sko, þú ættir ekki að baka í dag, en svo spökuðu sögu í Núk, sjáum hvort að þið sjóðu niður í kássu hérna í Ancient, en eins og þú segir 100% win rate á sögu í Ancient, við höfum séð á spilaðar áður, við erum mjög sterkt Ancient lið, en höfum það í huga, þetta er pikkið hjá SUS, þeir komu inn á heimavöllin hjá sögu, sem er Núk og vissulega
kannski er Saga ekki með 100% winrate á Nuke, en Nuke líka bara vinsalasta og mest spilaðasta og þægilegasta mappið fyrir flest lið á Íslandi, þannig að það þarf kannski ekki að koma óvart, en núna erum við að fara í það að SUS pikka Ancient á móti Sögu, vitandi hver Saga Sögu er á því mappi, og það er alveg svona ákveð statement, Tommy. Saga eru búin að spila Ancient 4 sinum. Já. Vinna 4 sinum, auðvitað, fyrir 100%. Eru búin að sigra, já. Eru búin að sigra Þór og eru búin að sigra Vega. Já, sterk og Hyper. Og Hyper, já. Og þetta hefur verið heima að núna seinustu, má ég sjá, förum hérna ofan í datað og þetta búið að vera fyrsta pikkið þeirra þrisvar. Þetta er heimaðanpöð þeirra. Já. Þetta, ef að þeir sigra Ancient á móti Sögu, tekið hattinn ofan fyrir þeim, spiluðu frábæra seríu, 2-0, easy peasy. En ég held að það fari 2-1 ennþá fyrir Sögu. Ég held að sénsinn lifi ennþá. Sénsinn lifi ennþá. Ég meina, ég ætla ekki að ringja. Ég sagði 2-1 fyrir Sögu, sko. Það var mitt uppalega gisk, sko. En ég var bara að horfa á, sko, saltfiskspökun hana í Nuke. Ég var að horfa á yfirvegað og agað og sjóðandi heitt SUS-lið á móti liði Sögu sem virtist skeikult, virtist þeir hlupu á hvern annan, þeir voru ekki nógu þéttir í treytunum. Þú veist, er það mappið eða er það dagsformið á Sögu sem við erum að sjá hérna? Algjörlega. Það er mín spurning og ef að þeir koma á, þeir spila sinn leik eins og við vitum að Saga getur gert í Ancient, geggjað, þú veist, þá bara kudos að því ef SUS tekur það. En ef við erum að horfa á það að það er einhver samskiptavandamál og einhver skilningsvandamál hver á að vera hvað eða dekka hvað, geti verið stamfréttir. Heldur við 2-1, þú vilt ekki skeika yfir á SUS? Nei, ok. Þá skal ég hoppa á SUS-vagnin. 2-0, en við skulum fara rakleiðis yfir í Ancient og mappikkið hjá SUS. Ég hlakka til að sjá hvað þeir bjóð okkur upp á hérna, Tommy. Já, hlaupa þetta inn í Donut allavega, smóku fyrir alvöru fæta í þessi staðin í lobbyinu. Pressi með keðveik 2 frögg. En Gutti nær allan að einu fraggi tilbaka. Krakken í vesinni. Hann er í alvöru vesinni. 7 kúlur eftir í klippunni, getur hann fundið meira hér? Nei, gerir það ekki og þá er ágætlega opið. Birnir samt komin hann að snemma í rótendið og gæti gripið á með buxnur á hælunum. Gæti gert það, en hann þorir ekki alveg strax. Hann droppar alveg heyra í sér og Pressi! Já, Pressi, hann er kominn. Það var næstu því frábært hjá Birni. Næstu því frábært. Ef hann droppar silent þarna, þá held ég að það breyti algjörlega hvernig Róti fer. Já, ég menna, hann var ekki með neina hjálp. Donut-leikmærin hefði þurft að lifa, en þeir voru 2 að svinga þarna í gennum Donut. Forza, MP7, MP9. Meir og meira að sjá af MP7-ni. Elska þetta engul. Það eru på leiðinni margir þar, MP9-nar ekki góðar í þessari stöðu og Rex Birnir hér og bara fara niður á B. Já, hefðu þurft það að SUS væru aggressíveri þarna og komnir ofarinn á leiðinni til þess að láta þennan vopuna virka í þessu strati. Það var enginn til að íta SUS út úr cave. Þetta er mjög þægilegt bait setup. Nú allt í einu Gutti eftir MP9 góð í þessu reynsi, en já, gefa Keifi frá sér heldur léttvægilega þarna, en að vissulega, það var verið að challenge það frá bottom-ramp. Erfitt. Forsið alla leið til SUS, lifa 2 og bara digla og býtum við. MP9 og Gutta, lítið armor. Okay. Armor á skún líka. Kaupa sér niður hann í kringu 2K. Eða kaupi næsta, vissulega.
Hefur getað sparað og keypt vappa fyrir ADHD. Alltur mikil áhersla hér lögð á miðjuna frá Sögu. ADHD einhvern veginn fellur ekki. Það spilar retake á B-ið og fyrir konum mjög djúpt hérna. Pressi komin nánast inn í redrúmið. ADHD hefur ekki hugmynd það. Boostið kemur hérna upp. Það er að feirsa Rex nokkri einu. Besti finnur 4 skotmörk þarna. Ná nokkrum byssum tilbaka og gerir þetta aðeins dýrara fyrir SUSE. Halda væntanlega þessum AK. Ég hata þetta ekki af því að mér finnst það agaður CS að spila upp á Exit og við sjáum þetta þarna þeir eru að valda efnaðslegum skaða. Margur hefði geta verið komið í pakki á tveim þarna, reif upp hnífinn og hljópi við B-sæti með Mach 10. Ég var hrifinn af þessu. Þetta var séns. Þú veist, þetta er alveg svona, þetta er þessi efnaðsleikur sem við sjáum lið oft sleppa því að spila og spila bara upp á rándinn en förum ekki að því, ég meina þarna náðir niður 3 leikmönnum frá SUSE og það þýðir minni peningur á millihandana, það þarf að endurnýja meiri búnað og við höfum talað um það margoft á þessu sísunni Tommy. Það hefur alveg komið og bitið lið í rassinn seinna í leikjum að hafa tap á akkurat svona rándum. Blikk blindur með Birni. Já, krakkarna er einu tilbaka hér en það er nákvæmlega það sem beita á í rassinn í Nuke. Það var að leyfa Blikk að vera úti og finna alla fæta sem hann vildi. Núna getur hann bara arkað í gennum mitt og fengið alla á fæta sem hann vill. Komin í redrúm, splittar núna algjörlega rótetinu. Krakken og Kó vita að þetta getur verið möguleiki og eru konu með línu á redrúmið. Þetta gefur SUSE tækifæri að taka midround og midroundið er að executa á B-sætið. Krakken nær Blikk. Skún í 5-munni, flassið er fyrir nákvæmlega þetta. Gutti á MP9-unni, tekur 2 og Skún klárar pressa og fyrsta roundið komið höfn fyrir Sögu. Já, og flott ránd varða saga sín úr hverju þeir eru gerðir hér á einsend og peningurinn ekki góður hjá SUSE. Eins og þú hefur bent á margoft í sambandi við Ancient. Það sem skiptir svo miklu máli eru þessar fyrstu 15 sekundur eftir að liðin mætast og Blikk fær hellingaplássi en einhvern veginn næri ekki að nýta það neitt sögum þess að teikið á B bara algjörlega fellur satt. Rex lætur AK-inn vinna vinnuna sína. Mikið veit skot fyrir ADHD og það er annað sem að er svo mikið verið að hitti því. Það er ekki þriðja en er hann búinn að gera nóg hér. Það hlýtur að vera. Gutti með tilbaka, pressi, grípur í vappan, arkar í gennum smókin en Skún kominn í rótiði. Rex gerði svo margt réttan í miðjunni. En það er ADHD sem að bjargar þessu með vappan í höndunum. Hefði getað náð þríkið þarna. Já en sko, þú veist, við erum að tala um að þetta ránd, þetta spilast allt öðruvísi, bæði hvað SUSE þarf að kalla og hvað eru með í höndunum, bara af því að Saga kaupa þarna aðeins inn í ránd nr. 3 og ná að láta Exit gildruna sína virka nóg til þess að finna 3 fellur. Já. Þetta er alveg, þú veist, þarna erum við farin að sjá CS á öðru stíi heldur en að spila bara hvað er að vinna mörg ránd. Já, algjörlega. Það gefur augaleið af árási SUSE ætla að eiga sér staði gennum miðjuna. Blikk þarna, Birnir ekki tilbúin í þetta. Það er þessi hinum meginn, getur hann fengið 1, 2, ekki meira. Vesinni þarna, vappin í ennþví vesinni. Krakken með Rex en það er M4 komin í hendur á þeim og Blikk mundar hann. En ná 2 fellum hér. Halda hins vegar í vappan sem ADHD skildi eftir sig. Ná aldrei að fella yfir 3 sem er gott fyrir efnaðinn á Sögu. Sem þú sér það er líka blómstra Gutti með 9K í bankanum. En það eru áhættumerki að þeir geta arkað út mitt þegar þeim sýnist.
nema að Saga breyti algjörnum tempo núna. Ég meina þeir spiluðu mikið gegn miðjuna fyrstu 3 lóturnar, þeir eru búin að yfirgefa miðjuna núna næstu 3 og núna virðast þeir aftur að mæta þeim hart hér á miðjunni. Nei, lane og mid-control. Nei, farin í cave. Vargur sá þetta, Flassi reynir að blinda hann en Birnir og Vargur sjá við þessu hjá Blik. Fætinn í miðjunni að fara alveg farin frá honum. Rótið komið yfir á B og þeir eru komnir í framlega stöður inn í. Þetta skemmtilegt framkjá Skún. Ætti að falla hér og gera það. Skutti líka. Icy og Rex gera vel. 3-3. Stórt þarna og Vargur á rétt tíma. Skilur press eftir 1 eftir. Hann lár líka. ATH með frábæra línu. Mollin ekki nógu djúpur. Og Saga vinna hér gun round. Þeir eru mjög hrifnir af því í rauninni að spila bara retakið á B-ið en með einni aftarlegu stöðu allan í 5-unni þurfa bara að halda 5-kontrollinu en hafa ekki verið að ná mörgum fröggum þegar þeir eru að taka hart B-tek. Gutti og Skún svona, já, ná kannski 1-2. Skún náði einum í keifinu hana. Veistu, ég ætla að segja eitt. Já. Þetta skemmtilegur leikur. Þetta skemmtilegur, þetta spilast allt öðruvísi heldur en Núk náttúrulega. Já, við erum að sjá skemmtilega að fæta. Blik hérna reynir að koma framalega í smóknum á miðjunni, sleppur með skrekkin með aðstoð frá lane. Svo sem kemur nulla óvart að Sús að spila gífilega mikið í kringum það að koma Blik út miðjuna með flössum. Blik var í mínu lið, það er nákvæmlega sem myndi gera. ATH búinn að vera hreyfanlegur hér. Gutti með aðeins betri augu í gegnum þennan smók. Double trouble. Það er ekki mynd með Jean-Claude Van Damme og Dennis Rodman. Það má vel vera. Blik þarna, setni maður í píkið alltaf. Fer langleiðina með þetta, sittur þetta í 1-2 en nær ekki að klára. Dennis Rodman, sá miklu meistari. Ég held að ég þarf að fact-checka þetta eftir leik mögulega. Því að miðað við hvernig Saga er að spila þá erum við 100% að fara í overpass. Overtime pass. Overtime pass, já. Það er oftar en ekki. 5-3 hérna. Nefn að það er ekki, þá er það algjört rúm. Já, mjög rétt. Einhvern að gera frábæran skada hérna. Pressi fremst fyrir gott. Ég var komin í 48 áður fyrir innan fight. Skún og Kraken moppa þetta upp með 2 fellur. Þetta er staðan sem að Skún bara kynnti sig í deildinni með. Spila Cave í CTZ Ancient. Ótrúlega góðir í þessari stöðu. En spjótin beinast að A1 akkurat núna en það er langt rotate fyrir Icy sem er með bombun á bakinu. Fyrir að tölta núna. Cave-spilarinn, nei Donut-spilarinn fyrir ekki hann sér þetta allt. Skotið klikkar. Birnir hækkar sig í fallið skot til Blik. Ég bara myndi ekki vilja að kíkja í hann. Bara ekki fræðilegur. Ég er að fara að koma í einhverja klipp. Þeir eru 2 á hann hérna. Blik komið með vappan í hendurnar. Hvað getur hann gert? Hann á lítið HP. 4 í líf. Og þetta er bara nákvæmlega eins og verður að spila þetta 2-1 þegar að leikmaður á kalabundum á Blik er eftir. Ef þú reynir að taka einhverja einangra að fæta við hann eða klára randi snemma þá bara er það ekki að ganga. Þeir spila þetta vel og gefa sér tækifæri á að fá skot í eyrað á honum hann. Þeir að ná að einangra fætana og gera það miklu erfiðara fyrir hann allavega heldur en þeir náðu að gera í Núk því að já, hann gæti bara hlaupi út eins og hann vildi og fengi alla þá fæta sem hann vildi. Það var ekki fyrir hann fjall einhvern tímann úti sem að Saga var í meiri séns til að sér hann.
útil hérna á leini til að hægja verulega á Sús. Kontról algjörlega eigu sögu akkurat núna. Birnir kom með línu niður leinið. Þetta dreif í gegn. Ja, nær einu fraggi en borgar fyrir það með lífi sínu. Blikkar að fara að lurka hennar smók. Allt of lengi í miðjunni að hanga. Þetta gildran sem að Sús lögðu þarna. Þeir leggja þessa gildru af ásetning. Þetta svo fallegt moment. Þetta er bara, þetta moment er gífulega fallegt. En eitt sem ég vil sagt hafa, þeir eru ólengi miðunni leið og Birnir fellur, þá er Kraken bara bakka. Smókarnir eru að fara að feita. Já. Ég meina, þú veist, Sús haldur honum þarna með því að sýna sig og halda áfram fætinum og hún líður eins og hann þurfa að taka fætin og get ekki bakkað og það sé mögulega eitthvað fyrir hann það. Þannig að Blikk bara virkjast í bakið á honum og hann er kraminn af 4 leikmönnum. Þetta var bara, þú veist, þetta allavega býr til erfiða ákvarðanatöku fyrir City-spilarann hefjið tækifæri til þess að bakka, eru þeir að fara að kíkja glugga. Ef þeir eru ekki að skýna sig þarna, þá er miklu auðveldara að taka þessa ákvörðun. En við sjáum hérna Skún falla og Sús taka 2 fyrir 1 þarna, komni manni yfir og aftur, Tommy, eins og í fyrirleiknum að þá snýst þessi leikur við 1, 2 og 10. Já, nákvæmlega þannig konum með 6 round og allt í einu að ströggla fyrir það 7. og gæti verið jafn hálfleikur hér. Gutti vel staðsettur fyrir fyrsta, en það er Blikk inn í þennan vegg og hann er ekki að fara að klúðra skoti. Þá virkjast Birnir, en þeir vitum að núna í miðunni Rex tilbúin fæti nær einum, en nær 2 þarna og Pressi senastur eftir glokkar senasta leikmanninn, en ADHD, hann heyrir þetta allan tíman. Það er Vappadúl. Já, Vappadúl. Ha, 1v1 me in mid, bro. Já, 1v1 me in mid, bro. Nákvæmlega það sem er eiga sér stað, sko. Pressi skiptir yfir í AKN. Hann er með 57 í líf. 8-8 og 7-8 á báðum leikmönnum. Pressi er að fara að komast inn á A-sætið. Fyrirgefið B-sætið, en það er enginn þar. Setning. Já, hún veit ADHD í rauninni ekkert hvað hann er. Alltaf að stíka. Þetta er vel spilað. Gífulega vel spilað. Fæði með þess að frían Vappa aftur. Hendi síðan lélega mólanum. 6-5. Pælti svona, þú veist, pælti í þessu. Maður hefur séð oftar en eins og oftar en þess að fólk feila á þessu spammi. Já. Og það tala kannski aðeins bara gæðin sem við erum að sjá út úr Sús. Það var bara ekki kúla sem fór ekki í ADHD. Já, það er bara allan tíma. Bara veit nákvæmlega hvað hann er að fara að spamma þetta og leið hann ákveður að fara cave, fara bláa í póstblottinu, þá er hann að gera það af ásetning. Það er hættulegt þegar við sjáum þetta lið vera komið á það stig. Alltaf að falla hana. En gal opið, öll athygllin dregin að leininu og IT er vel staðsettur þarna. Finnur samt bara 1, 3-3 ennþá. Gutti ætti að falla hér. Þú er smókur. Þetta enda 6-6. Það hlýtur að vera. Gutti fáið séns hérna, hann er að lappa í smókin, var ekki séður. Finnur fyrsta leikmanninn, 2-2 hér, Birnir og Gutti. Ég er smá jútil. Málinn góður og Gutti þarf núna bara að finna fight móti Rex. Og Rex getur bara beðið út núna tíman. 6-6. Koma tilbaka vel með 3 round í röð. Og jafna metin. Það er á pakkinu á Blikk trekk í trekk. Geða líður við leitt. Alls þar á mappinu sem hann fór.
Já, veistu, Tómi, ég hugsa bara alltaf það, þú veist, hvert kemst Blik, skilur á endanum, ég meina, hann ennþá það ungur, hann á ennþá framtíðina fyrir sér, hann að pósta hérna algjörlega frábæri framistuðu, það bara kemur mér alltaf jafn mikið og óvart hversu góður hann getur verið. Það bara, við sjáum ekki þetta movement, við sjáum ekki þessi skot frá mikið á öðrum leikmönnum hér á Íslandi. Engum, held ég. Mögulega setna. Þetta Verða þeir latir að klíra hérna? Já. Sett út vandið. Gekkja beit set upp, en það skilar engu. Rex spilar þetta ágætlega, en 2-3 allur búin að koma inn á A-sætið, finna pressa á lukkulags, allt í hennu einn eftir. Bomban fer niður og ATHD komið línu á City-leikmanninn. Gerir ekki mikinn skaða með glokkunni long range og lukkulags jafnar hann við jörðu. Glokkan skarað fram úr í þessum short range fætum sem nákvæmlega það sem að Skún og Birnir að spila upp á. Gera það ágætlega. Eftir var það Skún og næstu búin að klára skotin hana. Og eitt af sjálfgefum augnablikum sem við sáum Blik ekki hitta skotunum sínum bara í fyrsta skoti. Já, það er hættan þegar þú ert að spila bait setupið með uspu. Það er erfitt. Gerir nákvæmlega engan skaða líka þegar þú hittir í armorinn hjá leikmönnunum. Sko. Já. Veit ekki hvort það Wolves er búin að laga en það er þetta skjóta bara í fætu þegar það gerir meira skaða. Já, það var þannig. Man sá eitthvað myndband það einmitt. Já. Herðu, MP9. Já, Force hjá SUS. Æs í framalegri stöðu hérna í keifinu. Leitar af info. En nær 2. Hann á ekki ná 2. 3. Stórhættilegur. Að fá allt plossið í mappinu til að aðtáða sig. Gutti átti aldrei séns. Nei, og þetta er sennilega ein mesta mögulega byrjunin hér fyrir TR-hliðina hjá Sögu. Ná ekki planti, tapar rándi 2. Þetta er alltaf erfitt upp á peningin, erfitt upp á ákveða hvað ætlar að gera. Ætlar að taka forsi núna, þú ert að taka low procentu ránd sem er ekki líklegt til þess að vinnast og svo þarf að spara eftir það. Þannig að þetta er svona, ég myndi búast í því að svona væntigildið á því hversu mörgum rándum hún tapir þannig að fara upp 1 auka ránd sem hún tapar með þessari byrjun. Heldur nú bara að tapa pistoli. Aggressífur hérna niður rampinn, smókurinn er fyrir. ATHD, hann er með glokku hérna. Hann ætti ekki að fraggi. Hann gerir það samt sem áður, grípir MP9 hérna. Æsi hinum megin, ATHD með 2 lukkulags og pressi svara hæl. En það er krakkinn á P250 sem að opna Red Room. En þá voru þið 2 á 2. MP9 í höndunum á Gutta. Getur uppfært í AK, mér syns að AK-in liggja hana frá Skún lág á miðunni en Gutti hleypur fram hjá honum. Gutti komin í mjög góða stöðu, Rex þarf að spila þetta aftalega sökum þess að Red Roomið var opið og ennþá veit ekki hvort það geti ekki verið þar. Hættur þetta að spila smókinn samt sem áður. Það báðir að gera það. Já. Það er yfirvögun hér frá SUS að það bara bíða eftir því að þessi smóku fari. ATHD þar fórkið. Ég meina, þú veist, það er svo auðvelt þarna, Tómi, að bara, þú veist, já, heyrðu, smóku sitt ég, við skulum bara hlaupa, hérna, hlaupa keif og bara hlaupa kirkju og hérna sjá hvað við getum fengið þar. Þetta er bara svo vel spilað á SUS. Þeir bara vita að pressan er öll á Sögu. Þeir eru með kittana, þeir þurfa ekki að drífa sig. Þú veist, þeir eru með utilið, þurfa ekki að drífa sig. Og þeir eru með MP9, vissulega, þú veist, hann gæti hafa verið með AK-in sem að droppaðist þarna, en samt, öll pressan er á Sögu og þeir vita að þeir þurfa að íta á issueið
bíða bara. Þetta er yfirvegað, þetta er bara sýnir reynslu. Guttin er svarinu. Blik mestur upp á lein, sér ekkert, en leitar hann einhverju hér í gegnum smók. Jöklar hérna M4 til að halda áfram að skjótinginu smókin, sjá hvort hann hitt eitthvað, búa til göt í smókinu og sjá hvort hann fá eitthvað info, en hinum en á mappinu þá Birnir að búa til pláss fyrir sitt lið. A-sætið er alveg eitt og óvalda. Það er eitt leikmæður sem fyrir aftan smókinu miðju og tökum eftir því að A-sætið eru bara að spila upp á retake í það. Blik að fara að láta beint inn í Gutta sem ætlaði heldur betur bara að kasta smók og lifa. Tímasetningin hér þarf að skipta öllu máli. Það getur leikmönnum reddum. Það er enginn í miðjunni sem hann sér. Það er enginn í dómi. Og hann missir af Blik líka. Og Rex með 2K. Birnir var komið svo mikið pláss. Þeir eru bara að gefa miðju. Þið getur bara að labba út og komið donut. Nei, þið getur það ekki. Og Icy klára þetta. Vá, hvað þetta fjall. Allt. Já. Sús megin þarna. Já, þetta er svo vel spilað hjá Sús. Miðja klýr, donut klýr, A klýr, eru allir B megin. Já. Ég sé engan. Þetta er svona, þetta er alveg bara svona too good to be true. Já, þetta er, þegar þetta er too good to be true, þá er einhver staðar einhver að fela sig, sko. 9-7 hérna, Sús með yfirhöndina. Og Saga að spara. Þetta var alveg eitt kjöldreginn blik. Æjæjæj. Hann bjóti pláss fyrir sitt lið þetta var. En hinum megin á mappinu, nákvæmlega hinum megin á mappinu, þar er ATHT einn eftir og 10-7 stafar. Þetta var rosalegt skot. Þetta var rosalegt skot. Þetta, ég bara, já, miðað við hvernig Blik hefur verið að kíkja á það, bara já, hann er, the old man's got me. Ég meina að þú veist, þetta var svona eitt af þessum skotum sem getur ekki eins og reyður út í. Nei, það er bara, já, ok. Þetta er bara fyndið, þú veist, hann bara var með því þarna í vasanum. Það er allt í góðu. Þeir eru að sigra leikinn 10-7 og það er ekkert nýtt, ekkert fest, ekkert brakandi og ekkert pláss sem að Saga komast í frítt hér. Nei, Blik komið framalega í A-main og þeir eru með 2 leikmenn sem eru að labba þar út akkurat núna með allar upplýsingar í heiminum. Munum vita að miðjan sé tóm líka. Reddur með þetta rótið þetta yfir að býja bara núna. Búin að sjá mennina líka í lane, þannig að þetta er já, eins með auðvitað og hægt er hvað geta Stagamenn gert hér. Vargur með 2 opnunir, kannski er að hitta þess undir honum akkurat núna, en það er Pressi sem að slekkur í þessu með 3. Vargur fyrir sinn 3. Og það eru 2 leikmenn sem eru búin að fragga í þessu rándi og það eru 2-2 hérna og það er Vargur og Pressi. En lífið er lágt hér hjá leikmennum Sögu. Já, mjög lágir og Kraken sá ekki Rex rótita hana yfir. En ætti hann á planti í það minnsta. Plantar ekki á defaultinu. Þannig að það er ekki mikið. Rex, hann veit. Hann veit. Rex gerir þetta svo vel. Aftur þolinmóða valið. Þú veist, bara spila upp á smókurinn, hverfi, ég er með kit, engin pressa. Það lítur ekki út í spilastíl eins og lið af ungum leikmönnum. Og það er kannski eins og segir, þú veist, magnið af reynslinu á þessu liði kemur á óvart miðað við meðalaldurinn. Já. Þannig að 100%. Framtíðin er björt, Íslandska CS.
Saga við baki upp í vegg. Eiga 1 kaup. Ekki mikið meira. Full logsbónus. Blik. Situr inn í köpíinu. Pýður átækta. Annars var mappinu þá cave controlið komið í hendurnar á Sögu. Icy. Lukkulags þarf að halda 5-unni. Til að fara aggro. Línuna nær 1. Og trade-frackið á tímasendingu að tjáti nær Blik. Sem ætla að labba gennum smoke. Lappi á Rex. Gæti valið það að spara þetta. Vilt spray hjá báðum leikmönnum. Það er Pressið sem hefur betur. Það ætlaði bara að spara sitt vopn. Væri gott fyrir Sús að finna 1 leikmann í viðbót hér. Mjög gott. Það væri ákvæmlega gott. Rex getur droppað 2 M4. Þeir eru kaup í næsta. Saga koma sér hérna samt aftur inn í leikinn. Finna 1 round. Þetta er ekki búið ennþá. 2 round sem Sús þurfa að finna til þess að loka þessu. Þetta var farið að líta svolítið út eins og einstefnugata, Tommy. Og þá er mikilvægt fyrir Sögu bæði upp á bara andlegu hliðina sem og upp á leikinn að spilna tilbaka og gera það núna eftir 5 lotur í röð hér frá Sús. Já, það var langt síðan að þeir voru nálagt sigri. En Saga er búin að vinna 1 af síðustu 9 rándum í þessum leik. Já, það er bara rosalega. Það er mjög þungt. Tölfræði. Miðju kemur Kraken. Það er Blik sem að hefur betur. Hérna er bara hans svæði. Þarft að koma á óvörum eða hlaupin á aðsæti með deglu. Hvernig á að countera Blik? Hlaupin á að með deglu. Vera með 24 ára reynslu í Counter-Strike, hlaupa út að aðsæti með deglu og sína. Já. Já. Þá vitum við það. Smókur í donut sem að hægir á þessari sókn eða hvað. Gutti ætlar að fara í redrúmið sem að ætti að þýða að hefði viljað enda hérna á B. Svona með ykkur bómar staðsett. A klírað. En það er út til á Sús hér til að kasta. Græstan góð, komið smá pláss. Þetta náðu leikmanni eirað, gerir það en Rífrækki kemur inn, Rex með það. Lukkulags með auðvelt skot á Birni og þá Gutti 1, nei, ekki 1, en hann er 1 í reddinu. Hann býst ekki við Blik þarna í ellinu. Það er bomban, Tommy. Já, 15 sekundur eftir á klukkunni. Og þá er Gutti 1. Þá er Gutti 1. Og hann tók með þessa hendina að músinni. Það er rosa lítið sem hann getur gert í þessu rándi. Það er að fjara út 12. rándi fyrir Sús og 1 rándi frá því að leggja Sögu af velli. Það var til þess 4 sénsa hér. Það er timeout. Við erum að sjá hvað þeir geta keypt hér. Kraken og Skún, einir sem er eftir að kaupa, $3.000 og $3.300. Skún fær droppaðan Galil, Kraken mögulega á Mac 10, Deglu Armor, Util, eitthvað. En þetta er, það er verið að mala Sögu. Sús er að sýna þeim í 2 heimana. Ætlaði að sjá hann Kraken hlaupa út aðeins með þessa deglu. Ég var til að sjá það.
bara. Endurtaka leikinn bara. Já, horfiði bara á krakkan, sjá hvað hann gerir. Vissulega var hann leiðin lótbeintin og nei, hann setur stefnuna á miðjuna. Það fullt af stöffi, mólar glugga þarna. Lane control, tekið hægt, sögum út til. En hæja núna ennþá meira, vilja mögulega leita hægt upp rampinn, gera það. Gutti tekur kontakt en lukkulags, snirtilegt skot hjá honum. Fyrir neðan gluggan að sjálfsögðu Blikk sem er í hröðu rótiti yfir á bíð ef að eitthvað vandamál kemur. Æsintakarinnar er í 59. Kasta út til en Birnir tapar mikið á HP í því. Þessi molli að það hæja vel á. En þarna 2 hröð frögg til Sögu en ennþá pressa að finna, ennþá í fjarkanum. Getur lörka út en að smók og verið óþægilegur. 5 kontról hins vegar, eitthvað sem Saga vilja fá. Flott blast þarna! Presti gerir smókinn! Vilt Hann spray! hittir skotinu á leikmanninn í ramp og þetta loka leiknum, þetta spray frá pressa, Tommy! Þetta er ógeðslegt. Þetta er Finnur ógeðslegt. 3 í þessu sprayi. Já. Síðasta kúlan fer í hausinn á Varg og lokar þessu. Þetta er ótrúlegt skot hjá pressa. Já, spray bara. Vá, Sús bökuðu Sögu. Þeir bökuðu þá. Þeir áttu ekki séns. Nei. Þetta var ótrúlegt. Þetta var ógeðslega gaman. Þetta var bara frábær síðan sem við vorum að verða vitni af þarna. Sko, mér fannst vanta upp á Söguliðið með það sem ég myndi búast við því að þeir geta. Já. En ég held að allt annað væri jafnt ef að Saga mæta til leiks í full force en mæta samt þessu dagsformi frá Sús. Já. Að þá hallast ég að því að Sús myndi samt vinna. Þeir spiluðu þetta bara það snirtilega og spiluðu þetta það örugglega og þeir voru einhvern veginn alltaf á vitlausum stað og vitlausum tíma fyrir Sögu. Saga var að búast við þeim hér, þá voru þeir hér. Þeir voru að búast við þeim á þessum tíma, þá fóru þeir á þessum tíma. Þeir voru að búast við því að þeir myndu rótita hérna, voru að rótita þarna. Og þetta var alveg bara svona rosalega mikið, bara allt gekk upp Sús megin. Líka það að þeir voru að setja aksjónið í hendurnar á leikmönnum sem voru með mestu reynsluna. Blikk var að taka mikið af bara teikum á miðjuna og svo framvegis, Rex og Pressi líka að taka mikið af púsum og svo framvegis og voru að setja Lukkulags og Icy aftur í þessa stöðu, bara spilið snirtilega á sætum, gera það sem þurfið að gera, rífrækið og allt það. Við sjáum restina og það skapar þessa liðsheild sem að skorti bara gífulega mikið á Sögu. Þeir voru bara enga veginn tilbúri í þetta innví. Virtist ekki vera í það minnsta og bara hrós á Sús fyrir að hafa spilað eins yfirvegað og vel og þeir gerðu og ég verð að segja, það er allt í lagi að átta þig á því að þú ert með stjörnu í liðinu, skilurðu, og leyfa þeir að spila í gegnum stjörnuna. Þeir gerðu það rosalega mikið. Blikk fekk sitt pláss og hann fekk að búa til sín place og hann gerði það rosalega vel. Það er náttúrulega hættulegt líka fyrir Sús að ef að Blikk á ekki frábæran dag á skrifstofunni að þá lítur þessi leikur held ég töluvert öðruvísi út. Ég meina það eru nokkur ránd sem að koma þarna inn bara svolítið að bakinu af honum að fara að finna place og það er kannski eitthvað sem að þeir geta skoða það að hvernig bregðust við þegar að það gengur ekki. Ef við tökum rándin sem að Saga var að vinna eða var nálægt í að vinna, þá var það ofta á bakinu því að vera með mjög flotta opnun þar sem þeir finna Blikk á einhvern hátt með einhvers konar yfirbugun og eða þvinga hann í eitthvað óþægilegt rótita sem er sitja fyrir honum. Þannig að og svo sjáum við líka, hvernig Saga voru snirtilega að leysa það þeir voru í 2 á 1 móti Blikk, skilur þeir vita alveg skotkrafturinn sem er þarna á bakvið. En þetta var samt ekkert bara Blikk-sjóið og MVP-in fyrir mig í leik nr. 2 var Rex. Hann spilaði þarna Red Room miðjuna, var alveg instrumental og sétt í hliðinni hjá þeim. En það er samt erfitt að líta framhjá því að heilt yfir fyrir seríuna að þá tekur Blikk MVP-titilinn var skilaði sínum bara mjög vel í núk og skilaði mjög vel líka í einsend. Þannig að en þú varst með
allt liðið, þú veist, ég meina pressi, þetta spray hjá honum hann undir lokin, hversu áhrifamikil frökkin hans voru, hvernig hann var að spila B-sætið, þetta var alveg liðssigur og það nákvæmlega sem ég held að þurfa að gerast til þess að SÚS taki þetta bara upp á næsta level og mikið rosalega ég orðinn spenntur fyrir úrslitakeppninni, Tommy, þegar við erum með svona alls konar svona dark horse lið sem að, við erum með massívan stíganda í IA, þeir tóku bara veka alveg fram á brúnina, við erum með SÚS að spila svona, við erum með, þú veist, Dusty mögulega ekki að fara að vera first seed farandi inn í það, þú veist, sjensin á því að við sem voru að horfa á allt öðruvísi lokamynd í topp 4 í úrslitakeppni orðin mjög stór. Já. Og ég svo mættur og peppaður fyrir því að það ekki fyndið. Akkurat núna þegar við erum að fara að loka útsendingunni þá SÚS í 3. sæti. Já. Það kannski fáum aftur upp á skjáinn stöðutöfluna, bara sjáum það fyrir okkur. KBO og Dusty að fara að mætast núna á 5. sem aftur mjög skemmtilegur leikur. Mikil saga, til dæmis Edison í KBO sem að bróðparturinn af ferlinum sínum, þá var hann hjá Dusty og skipti yfir til KBO fyrir ekki svo löngu síðan, þannig að pinkugrödd smats, samt ekki, held ég að hafi skilja leiði bara mjög amicably, á góðum nótum. Já, maður þarf að mynda íslenskur og allt það, en samt SÚS-liðið sem að ég búin að vera að horfa á til dæmis á móti KBO, það var bara bust til dæmis. Þetta allt annað lið sem í 3. sæti. Allt annað og ég mjög spenntur fyrir því, sérstaklega ég spáði KBO miklu ofar og þeir sita í 7. sæti akkurat núna, vissulega jafnir Þór og Hyper, en já, þarna núna deildin dálítið að skilja sig af, sérstaklega, þú veist, ef við köttum bara 1, 2, 3, 4, það virðist vera svona liðin sem að eru komnir til að spila. Við sjáum Þór, þeir eru í pinku vesinni, Hyper á geggjum stað, sérstaklega ljósið þess hvaða sigra þeir náðu í. Já. Þannig að þeir eru bara uppsett maskínu, topp 4, bara mjög reasonable fyrir Hyper. KBO, vesinni, IA, mögulega að fara að byrja útslutakeppnina bara strax vitandi það þeir eru að detta úr deildinni. Þannig að þeir þurfa að sigra í senustu leikinu sínum til að halda þessu uppi, sem auka pressu á þá, en skemmtilegt lið. Skemmtilegt tímabil, skemmtilegt deild, skemmtilegu leikir og bara, þú veist, ég get ekki beðið eftir því hvað við erum að fara að sjá hérna á komandi vikum. Spennan að magnast, allir leikir fara að skipta meira máli og fara að hafa áhrif á stigatöfluna, bara eins og leikurinn sem við sáum hér í kvöld. Ég meina, þetta leikurinn sem annarkvort tryggja sögu 3. sætið með því að skilja þá frá SÚS eða þá að setja á jafna á stigum og SÚS með sigur í innbyrðisviðureigninni. Þannig að þetta orðið brekka fyrir sögu að enda ofar heldur en 4. sætið og þetta fyrir alltaf að hafa áhrif á það náttúrulega seating inn í úrslitakeppnina. Og eins og ég fer ekki af því, skilur, þú veist, ef að Dusty að fara inn sem seed nummer 2, þá eru þeir að mæta liðinu í 3. sæti, skilur, þú veist, eða þá eru þeir að horfa á það og meðan að Vega þá að fara að fá sögu og SÚS, ég meina, talandi svona ævintýralega sögulínu, ef að þeir koma hérna inn í þetta tímabil, fyrsta tímabil sitt í deildinni og eru jafnvel að gera einhvers konar atlugu að úrslitakeppni. Já, algjörlega. Á þeim nótum þá kveðjum við hérna í kvöld, það KBO og Dusty sem að munu eiga sér stað mikil átök núna á 5. komandi og ekki missa af því. Takk fyrir kvöldið.